Heyrðu, þá seinasta sem við ætlum að gera í dag er aðeins að skoða hvað, af hverju við erum að gera þetta nei, ég ætla að sleppa því. Það er tvennt sem við ætlum að gera. Við ætlum að koma þessu sem við erum búin með núna, segja bara nú erum við búin með þennan part, komum því live og svo ætlum við að skoða grunninn að hópverkefninu. Síðan er spurning hvort að ég taki mest til og lagi þetta CSS hérna og við segjum að CSS-ið megi vera utan scopes þar sem við erum að dunda við núna og við gerum svona eitthvað aðeins meira cozy hérna. En ok, við erum svolítið komið með hérna, við erum ennþá með þetta, þannig að þess vegna er gott að vera með einhvern svona testgagnagrunn þar sem við erum að lenda í þessum málum og við erum að sjá þetta gerast. Við erum ekki óvart að gera þetta að komast að þessu í production. En við skulum halda okkur við þessi axlabönd sem við fáum hérna frá EUS og hafa þetta hérna, þannig að nú sjáum við þessar skemmtilegu færslur eru komnir hérna og við viljum þá segja, ok, þetta er komið gott. Nú ætla ég að committa sem ég gerði ekki hérna í seinasta tíma. Ég ætla að loka bara þessu hérna og ég er bara svona wrapping up hérna. Þannig að þá er ég að skoða ég ætla að skoða bara hérna hvað er ég búinn að gera. Ég get farið hérna í þetta. Ég er bara svona aðeins að checka mig af. Package lock breytist eitthvað goms, alveg bara bunch of stuffið sem við breytum þar og það er það út af því að við erum að keyra hérna þetta fórum úr útgáfu 3.1 yfir í útgáfu 1.0 ok, skilgjaleg, en ok við setjum upp bcrypt, við setjum upp express session, passport local, XSS það er flott, við gerum hérna ok, við erum að muna eftir að keyra þetta hérna sem sést ekki neitt út af kontrast issue já, við vorum líka að nota yarn þannig að þarna er kannski komin einhver nú erum við búin að vera að gera bæði þannig að við erum komin í svona eitthvað að klípa þarna svo erum við búin að gera fullt af einhverjum breytingum hérna búin að setja upp þessa setup script okkar og það er bara svona ok, hvað er búið að gera og svo að því að við erum með þessi lint þá er rosalega góður á henni að keyra það áður en að við committum þannig að við vitum í raun að við erum að reyna að halda vinnsluumhverfinu okkar eða main bransinu hreinu þannig að það er ekkert eitthvað sög ef við erum að vinna í okkar eigin bransi sem er bara okkar og það er ekki einhverju aðrir sem er að púlla og vinna inn á það brans þá getum við haft óhreint og svona það er bara svona eins og herbergið okkar en hitt er eins og sameiginlegt eldhús það á bara að vera hreint og fínt og við göngum frá eftir okkur það þýðir í raun að vera ekki að koma inn einhverjum kóða sem að bildar ekki sem að brýtur bildið ef við erum með eitthvað bildskref eða sem er með einhverjum þekktum villum sem við getum fundið bara með því að keyra linterinn okkar eða bara yfir höfuð einhverju sem linterinn er að kvart yfir og þá er þetta góð regla keyra hérna lint og sjá hérna, ok kóðun okkar út í því við erum með kveikt á auto formatting með prettier og autofix með ESLint og erum við bara að laga þetta svolítið bara as we go en við skildum eftir okkur hérna einhverjum öðrum tímapunkti einhverja bugga eins og þessi frábæri UL-list okkar og þessi hérna fyrir section þannig að segjum bara eitthvað svona bara af því að við maður laga þetta einhvern tíma seinna keyra þetta aftur, það eru engar villur þá bara adda ég, committa ég nú erum við búin að vera að gera alls konar breytingar en hér til dæmis ef ég væri að vinna í hópverkefni væri mjög gott að vera með einhverja hnitmiðað sem ég er að vinna í þannig að við ræðum það eins í tengslum við þetta á eftir þannig að ég gerir núna þetta ég committ þessu og ég ætla að push þessu og þetta er farið á Heroku og þá ætlum ég núna að muna því að svo þetta brotni ekki á sama hátt og við brotnaði á þann og þetta er þannig séð ekki leyst af því að buggurinn sem er til staðar núna er sá að við erum með þetta name hérna sem 128 og já, ég glemdi að adda öllu úps þú veist að segja þú sést untracked ok já, þetta var diffuse, sorry er það að við erum með þetta 128 hérna það sem að validationu okkar segir er í raun
þess að byrja með það ekkert hámark sem við gætum í raun leyst þetta einhver leyti, nema ef við segjum max 128, þá ef það kemur nafn sem nákvæmlega 128 stafir en í raun með einhverju sem verður normaliserað eða sanitæsað yfir í eitthvað stærra, þá munum við brjóta þetta limit. Þannig við gætum hins vegar sagt 64 og við erum með þessu tvisvar það sem backup, þannig að við séum ekki að gera þetta. Eða við gætum farið og keyrt eitthvað hérna sem við myndum þá í raun bara virkilega staðfest að þetta sé ekki stærra en limitið á gagnagrunnum. Það getur verið að við sem að keyra validation að einhver leyti eftir þetta. En þarna erum við bara komin að hvernig viljum við þetta virki. Við látum þetta liggja á milli eins og En það sem við ætlum að gera var að stækka þetta. Þannig að þá þurfum við að fara aftur hérna og segja Heroku trees Heroku svona og við keyrum þetta allt hér users, já, við vorum ekki eins og búin að búa til users töfluna. Var ég að breyta vitleysu? Já, nei, ég var bara að kopja þessa vitleysu því ég sá ekki þessa línu hérna. Nei, við ætlum að búa til users töfluna, það var það sem við áttum eftir að gera og við ætlum eftir að búa til admin notandan. Ok, og svo þetta eftir að keyra þetta hérna. Þá erum við búin að allt yfir töflunni. Þá getum við farið hérna og við getum fylgst með bildi feilaði op. Og það út af því að við vorum með package lock og yarn lock og þá segir bara Heroku ákvæðu hvort þú ætlar að nota og hentu hinu. Þannig við ætlum að henda package lock og við ætlum að bæta þessu við og við ætlum að segja git commit lagabild svona. Ég vissi það ekki skema en núna einmitt komin í eitthvað svona ástand sem að ég svona gera eitthvað sem ég gerði eftir á og það sem er svo gott að vinna á bransi því þar get ég gert öll þessi mistök ég get gert allt þetta sub sem að og ég get passað upp á og lesið yfir og prófað alla hlutina og síðan committað og vitað að þetta sé allt í lagi og svo pushað yfir á main eða mergeað við main til þess að halda þessu aðskildu að einhverju liti. Ok, sjáum hvort að þetta hafi verið nógu gott hjá okkur. Nei, þetta var ekki nógu gott. Hvað gerum við nú? Já, nú erum bara eitthvað að keyra testin okkar og þau eru ekki að builda, eða þau eru ekki að keyra. Nei, þetta er build. Jú, það er eiginlega yarn lock er eitthvað í ruglinu núna því að npm install, ég var að installa með npm install þá fyrir yarn lock úr synki það keyrir bara þegar yarn keyrir eða þegar yarn add keyrir þannig að núna breytist líklegast yarn lock skráin okkar við vorum búin að keyra þetta þannig að ég ætla að hreinsa til eftir mig hér ok, flott, sjáum hvort þetta virki þá getur þetta verið svolítið svona leiðindar dans að láta þetta virka rétt. Nú er spurning okkur þetta ok, sjáum hvað Bitty gerir núna lítur allt saman betur út hún er að installa fetcha pakkana alles gut
Oh my god. Nú þetta örugglega út af þessari breytingu sem var þarna, sem að breytti þessu yfir í einhverja gamla útgáfu sem bara með öðru API sem að ég skil ekki alveg, þannig að nú þetta orðin einhver svona einhver vitleysa. Þannig að lögum þetta þess að fá aftur þessa útgáfu 3.11 og svo skulum við bara skýra þetta eitthvað annað en build. Þetta verður í raun bara í öðrum heimi. Þetta þurfum við ekki hérna. Nú sjáum við commit historyinn okkar orðin algjört sub. Þetta svona það sem ég segi ykkur að gera betur og ekki herfa eftir mér. En þetta líka bara svona dæmi það, þú veist, að því að stundum þetta allt í lagi. Stundum þetta allt, þú veist, stundum settum við alveg við okkur. Það ekkert borgar sig ekkert að vera bara eitthvað, já, öll committur alltaf að heita eftir þessu hérna kerfi og svona, annars er þetta bara ömurlegur forritari. Þú veist, við getum alveg gert svona og látið okkur að linda. En það sem kannski þegar ég kem að þessu næst, þá þetta svolítið svona, hvað var eiginlega að gerast þarna? Þú veist, hvað þessi commit saga að segja mér? Hvaða sögu hún að segja? Og þá líka ef þið eru að vinna saman með einhverjum og þau kemur einhver í hópum eitthvað og dundrar inn einhverju fullt einhverju kommentin sem öll bara eitthvað punktur. Þú veist, varstu að klára það sem þú varst búin að ákveða að gera eða varstu að gera eitthvað annað? Þú veist, hvað var að vera? Þannig að þetta er signal, þetta eru upplýsingar sem eru fólgnar í þessu. Þannig að, yes, þetta virkaði. Nú förum við hérna inn. Ok, flott. Og svo spurning með admin. Þarna gleymdi ég að setja inn. Ég gleymdi þessu sem ég sagði við ættum að gleyma. Þannig að núna ég að leka út admin síðunni minni óauðkendri. Út af því ég gleymdi að setja þetta þarna fyrir framan. Þannig að loginið virkaði en ég gat komist inn á þetta án þess að vera búinn að logga mig inn. Ekki gott. Þannig að einhverjum fyrir að segja halló admin hérna. Rotating. Það róleg. Þetta ekki það sem ég ætla að gera. Nú hef ég valið eitthvað í æsingnum hérna á lyklabarninu og byrja að rotata vídeónu frá það. Einmitt. En það sem okkur vantar hérna þessi gaur. Svona. Núna erum við komið þetta. Nú getum við haldið áfram í fyrir upprúmum ekki svona púsum þessu. Ok, þetta var smá brekka en við komumst þangað og við erum þá komið með eitthvað hérna sem í raun að gera þetta, uppfylla þetta, skrifa hún í gagnagrunn, lesa búið gagnagrunninn og vera með hérna umsjónarkerfi, notenda umsjón og þetta það sem að snýst það sem ég ætla að gera í verkefni 2 og þá hafið þið í raun svona hreinsskrifaða útgáfu í sýnlausninni frá því fyrra á verkefni 2 það sem í raun verið að snerta á þessum sömu póstum nema ég aðeins öðruvísi verkefni en þið getur svona hort á það til hliðsjónar að þetta eru mörg konsept sem að koma núna inn bara öll í einu þannig að þetta rosa mikið bara aðskilja og skilja hvað hvað hvernig vírum við þetta saman, hvernig látum við þetta keyra og síðan náttúrulega bara að gera ykkar breytingar og gera ykkar tilraunir og gera ykkar verkefnið að ykkar en þið eru komið með þarna í raun leið til þess að koma einhverju upp á vefinn sem bara það sem einhver dreymir að búa til